Það kom nokkuð óvart að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varaformaður Sjálfstæðisflokksins sat hjá í atkvæðagreiðslunni og sömuleiðis Guðfríður Lilja Grétarsdóttir formaður þingflokks Vinstri grænna. Þær Þorgerður og Guðfríður Lilja verða gestir okkar síðar í þættinum. Það ekki hægt að segja að mikil samstaða hafi verið innan stjórnmálaflokkana þegar atkvæði voru greidd í dag aðildarviðræðurnar, nema þá helst hjá Samfylkingunni. 5 þingmenn Vinstri grænna greiddu atkvæði gegn tillögunni og þingflokksformaðurinn Guðfríður Lilja Grétarsdóttir sat hjá. Það sama gerði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varaformaður Sjálfstæðisflokksins, en þær eru sestar hjá Sigmari. Velkomnar. Takk. Þú hefur, Þorgerður, oft lýst í yfir að það eigi að sækja aðild að Evrópusambandinu. Þú fyrst tækifæri til þess að greiða því atkvæði í dag, en þú gerðir það ekki og sast hjá. Hvers vegna? Já, ég satt hjá vegna þess að mér finnst ríkisstjórnin að vissuleyti hafa sýnt ákveðinn fruntaskap, óbilgirni í þessu máli öllu og felldi meðal annars, ríkisstjórnarflokkarnir felldu meðal annars tillögu okkar Sjálfstæðismanna, ekki bara tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðsluna, heldur líka það að taka af allan vafa. Maður skynja það auðvitað að það er mikill vilji hjá öllum stjórnmálamönnum að þjóðin hafi raunverulega lokaorðið, en við hefðum átt að taka í dag allan vafa því að við vildum öll bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég satt hjá vegna þessa, en síðan það sem má líka draga fram og mér finnst mikilvægt að koma fram, reynda að koma fram hérna hjá Þorstinni áðan, að frá því að ríkisstjórnin lagði fram sína tillögu, hún var algjörlega vanbúin svo tillaga og greinilegt að henni hefur verið þjóstnaði gegnum ríkisstjórnina, að þá eftir að tillagan kom til utanríkismálanefndar undir forystu Árna Þórs Sigurðssonar, formanns utanríkismálanefndar, að það má segja að tillagan hafi breyst og tekið jákvæðum stakkaskiptum. Það er að segja að það var tekið mjög mikið tillit til tillögu okkar Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna og það kom inn loksins að hluta til að minnsta vegvísir hvernig við ætlum að vara þessa leið. En ég hefði að sjálfsögðu vilja sjá ríkisstjórnina sína stórhug, sína reisn í þá veru að ná sem mestri sátt í þessu grundvallamáli okkar Íslendinga. Það þýðir ekki að segja að þetta sé bara atkvæðagreiðsla atkvæðagreiðslu. Ef að við þingmenn getum tekið ákvörðun það að fara í aðildarviðræður, þá getur þjóðin það líka. Já, mér langar að samahátt að spyrja þig. Ég held að það hafi nú flestir átt vona því að þú myndir segja nei þannig í dag, en þú gerir það ekki. Jú, það er rétt. Ég er andvíg aðild að Evrópusambandinu og hef margítrekað það skoðun mína undanfarna daga, vikur og mánuði. En ég satt í utanríkismálanefnd og ég tek undir með Þorgerði Katrínu þar að það var mjög gott að þessi vegvísir var til, mjög ítarlegt nefndarálit, ítarlegur vegvísir fyrir þessar aðildarviðræður sem að ég tók mikinn þátt líka í að búa til og er mjög sátt við mjög margt sem þar er gert og hvernig eigi að fara að þessu ef til þess kemur. Ég er að segja þessu líka mjög fylgjandi því að þjóðin greiði svo atkvæði í lokin. Ef úrverður samningur að þjóðin fara að greiða atkvæði hann og þess vegna ég mjög erfitt með að vera andvíg nákvæmlega þessu uppleggi, hvernig á að vinna þetta í framhaldinu og þjóðin fara að greiða atkvæði í lokin. Það sem að ég hins vegar sagði, ég gerði fyrirvara þetta nefndarálit vegna þess einmitt að mér fannst að í svona risastóru afdrifaríku máli sem auk þess mjög kostnaðarsam, mun kosta gríðarlega vinnu líka í öllum ráðuneytum, núna á niðurskurðartímum, að þá ætti það að vera þjóðin sem að segði hvort hún vildi leggja upp í þetta ferðalag. Vegna þess að það er alveg rétt sem hér kom fram áðan að það hefur ju alltaf verið þannig, vanalega er það þannig þegar þjóðir sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er það vegna þess að það vilja ganga þar inn. Það er ekki vegna þess að vilja bara sjá hvað er í pakkanum, þar að segja vegna þess að ef lögð er raunveruleg vinn í það að upplýsa okkur öll sem mest og það held ég einmitt að þjóðaratkvæðagreiðsla geri á þessum tímapunkti. Ég held að allir Íslendingar taki atkvæði sitt mjög alvarlega og það hvetur okkur öll til þess að kafa ofan í málin, bara netið eitt, það er hægt að lesa milljón greinar kosti galla Evrópusambandsins, hvað hefur verið för með sér. Það liggja fyrir aðildarsamningar annarra ríkja, það liggur fyrir hvers eðlis Evrópusambandið er og hvað þetta hefur í grófum dráttum för með sér. Og það held ég að sé hluta þessu fyrsta skrefi við að upplýsa samfélagið allt, þannig að í ferlinu þá hvernig svo atkvæðagreiðsla hefði farið, að það sæta allir upp eftir upplýstari en líka, og þetta finnst mér meginpunkturinn, líka sáttari vegna þess að það að ganga til aðildarviðræðna, það vekur ugg og ótta hjá ýmsum fólki og ýmsum þjóðfélagshópum, svo sem bændum því tölun og hérna við nokkra bændi áðan sá ég. Og ég held að fyrir alla, þar sem þetta er bæði mitt uppspretta vonar og ótta, fyrir alla er það ásættanlegra
og betra að ganga til þessa verks, vitandi það að þjóðin, hún skar upp sinn dóm og það sé, ef að þjóðin hefði ákveðið að ganga í þetta, þá væri það betra fyrir alla og það líka skýrara umboð. Það kom margótt fram á fundum með mitt utanríkismálanefndar, meðal annars í máli utanríkisráðherra, að það væri miklu betra að fara til Evrópusambandsins með breiða samstöðu í farteskinu. Og það þess vegna finnst mér svo þungbært að sjá það, viljandi það að fara í aðildarviðræður, því ég tel mikilvægt að við tökum það skref, meðal annars til þess að útkljá málið á endanum, þannig að hættum að tala um það í vitingarætti. Og svo líka finnst mér núna gott að Samfylkingin hefur ekki lengur einhverja fjarvistarsönnun í umræðum efnahagsmál, nú getur hún ekki lengur bara bent á við þurfum að fara og sækja aðild að ESB, hún þarf að fara að svara spurningum og setja fram lausnir í efnahagsmálum, gott og vel. En ég hefði viljað sjá þessa breiðu samstöðu og utanríkisráðherra kallaði eftir henni, en ríkisstjórnin var ekki að teygja sig í átt til okkar í stjórnarandstöðunni, heldur miklu frekar þjösnaðist áfram og það var oft á tíðum mjög sársaukafullt að sjá þessa ágætu vin okkur í Vinstri grænum horfa upp á það hvernig þeir voru dregnir áfram. Það má ekki alveg segja það sama ykkur sjálfstæðismenn. Það eru margir sjálfstæðismenn sem að vilja ganga miklu lengra heldur en gengi í dag. Við sáum þetta líka með borgarahreyfinguna. Þar var fólk að greiða einhvern veginn atkvæði sem að kannski samræmdist ekki alveg því sem að það hefði sagt áður og má þó ekki segja að þessi atkvæðagreiðsla í dag hafi verið svolítið áfellisdómur yfir pólitíkinni sem að skipti sér alltaf upp í stjórn og stjórnarandstöðu sama hvert málið er. Já, þess vegna held ég að verkstjórnin sem svo margumtöluð og þátt að sýna hér verkstjórn, nýja verkstjórn, nýtt vinnulag frá 1. febrúar. Ég bara sé ekkert nýtt við þetta og ég er alveg sammála, ég held að það sé svolítið ákallu það að breyta hér vinnubrögðum. Ríkisstjórnin undir forystu Samfylkingarinnar, undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur er ekkert að gera til þess að breyta þessu verklagi. Miklu frekar setur alla klyfjarnar á Steingrim J og Vinstri græna, þannig að ég held að í dag, ég náttúrulega veit ekkert borgarahreyfinguna hvernig þau hafa hugsað eða aðrir, ég ætla samt að fullyrða það að allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði eftir sinni bestu samvisku og sannfæringu. Það var ekki dregin einhver lína, einhver flokkslína, það voru allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins. En heldur það sé ekki fleiri, heldur Ragnheiður Ríkharðsdóttir inn í þingflokknum sem að vilja sækja aðild? Þú verður átt á því að allir taka sína ákvörðun út frá þeim forsendum sem liggja fyrir. Ég gerði það, Ragnheiður gerði það og allir aðrir í þingflokki Sjálfstæðisflokks. Á sama hátt verður svolítið skrítið fyrir ykkur í VG að sko framhaldi lítur að vera svolítið óþægilegt fyrir ykkur. Þið eruð í aðildarviðræðum sem að þið viljið í raun og veru ekki vera í. Þið eruð að stýra málaflokkun sem að skipta mjög miklu máli í þessu sambandi og samt andstaða í þessu málaflokki ykkar megin frá. Hvernig ætlið þið að klára þetta næstu 2-3 ári? Já, sko býðum nú aðeins við vegna þess að við verðum að halda þetta til haga að það eru heilmargir Evrópusambands andstæðingar sem vilja samt ganga þessa braut einmitt til þess að fá að lokum niðurstöðu. Þetta mál er búið að hanga hér yfir okkur í fleiri misseri og það er í rauninni orðið sjálfstætt vandamál hvernig þetta tekur yfir alla umræðu, tekur yfir pólitíska gjörninga og kemur í veg fyrir að við einbyttum okkur þeim brýnu úrlausnarefnum sem að verður að vinna. Þannig að það er líka Evrópusambands andstæðingar eins og til dæmis í mínum flokki sem greiddu atkvæði með því að fara þessa leið til þess einmitt að fá síðan niðurstöðu í lokin sem að þjóðin ákveður. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr því að það er líka hrein og klár afstaða, hrein og klár lýðræðisleg afstaða. Varðandi ég verða að fá að koma inn á þetta með þjóðsnaskapin vegna þess að sjálfstæðismenn hafa jú rósað mjög starfi utanríkismálanefndar undir forystu Árna Þórs Sigurðssonar. Ég geri það og það var teygt sig mjög langt til þess einmitt að nálgast þeirra viðhorf og taka inn þeirra sjónarmið. Þannig að mér finnst það ekki alveg sanngjarnt. Svo langar maður að koma inn á það. Hérna var talað áður Jón Bjarnason og þá legg ég til að við fyrir einmitt að hugsa eftir þetta nýjum hjólfurum, nýjum farvegum innan þingsins. Mér finnst það mjög jákvætt. Mér finnst það mjög jákvætt ef við erum að koma úr árum þar sem var herægi á þinginu. Framkvæmdavaldið nýtti Alþingi sem stimplánastofnun sína. Mér finnst að við erum að horfa að jákvæðum augum að þetta sé svolítið að brotna upp. Að þessir bálkar stjórnar andstæða, að það sé pínlítið að gerjast, að þingi ætli sér að taka sjálfstæða ákvörðun, þingmenn ætli sér að taka sjálfstæða ákvörðun þvert á flokka. Vegna þess að hvað var hluti af hruninu? Jú, það var einmitt þar að allar tillögur stjórnarandstöðu, meðal annars Vinstri grænna, sem að hefði svo sannarlega geta hjálpa okkur mjög við að fyrirbyggja þetta hrun, þar voru alveg leiðfeldar eða ekki tekna til umræðu. Þú ert í flokki sem er svo eindregið á móti aðild og þú þekkir nú gagnrýnina í grasrótinni ykkar. Já, að sjálfsögðu gerir ég það og ég skil vel. Er það ekki líka partur af þessu nýja að menn
standi við það sem þið lofa í kosningabaráttu? Jú, ég skil vel að þetta sé þungbært okkar félögum. Að sjálfsögðu það. En eins og Ásmundur Einar Daðarsson, hann frábæri og öflugi nýji þingmaður okkar, bóndi, 26 ára gamall, sagði í ræðustól sjálfur í dag. Hann sagði, við skulum ekki hengja haus í dag. Nú baráttan framundan. Nú upplýsingaöldin framundan og ég og hann, ég treysti þjóðinni fullkomlega að sjálfsögðu. Eins og ég sagði líka í ræðunni, ég treysti þjóðinni betur en þingi í þessum málum sem ýmsum öðrum. Fullkomlega til að taka rétt og góða ákvörðun í þessum málum. En það hefði átt að byrja, í fyrsta skrifinu. Ég spyr þá, eru það aðrir þingmenn Vinstri-grænna sem treysta þá þjóðin ekki eins vel og þú? Allavega, það búið að setja þetta mikilvæga mál í ákveðin farveg. Og það skiptir líka miklu máli að draga fram að í meðförum utanríkismálanefndar það var dregið úr valdi og utanríkisráðherra, það greinilega mikil tortryggni sem ríkir í hans garð, einhverju hluta vegna. Og ég held að það skiptir máli að þingið sé haft samræfið þingið á öllum stigum málsins. En ég hefur sjálfur sér eftir þennan dag ekki miklar áhyggjur á þessu máli. Þetta mun farið þennan upplýsta farveg, við munum draga allar borðinu og svo framvegis. Það mál sem maður hefur náttúrulega miklu meira áhyggjur af ISAF-máli sem að verður tekið fyrir í næstu viku. Og þá verður auðvitað áhugavert að sjá hvort að Vinstri-grænir, hvort að þeir ætla að halda áfram að bera klyfjarnar eða hvort að þeir ætla að taka upplýsta ákvörðun það að breyta þeim samningsströmmum sem að fyrir því þau eru óásættanleg sem fyrir Mér langar samt það finnst mér meira áhyggjuefni núna í dag. Mér langar samt að staldra áfram við þetta vegna þess að Steingrímur J hefur svolítið verið að halda því til haga í þessari umræðu og gerði það líka núna strax eftir að úrslit voru ljós í dag að ef það nást ekki undanþógur snemma í samningsferlinu vegna allra grundvallarhagsmunina sem Ísland ætlar að leggja áherslu á að þá áskilja VG-menn sér rétt til þess að hætta í þessum viðræðum. Er það eitthvað sem að þið getið tekið upp hjá sjálfum ykkur? Nei, sko, mér langar vegna þess að ég reikna með að stopppunkturinn hjá ykkur sé annars staðar heldur en hjá Samfylkingunni. Já, alveg ábyggilega, en þá nefnilega komum við öðru, vegna þess að hér var að tala um að vera mjög slæmt að Jón Bjarnason færi fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum. Ég held einmitt að það sé rosalega gott í þessu ferli að það sé ekki bara eindómir Evrópusinnar, Evrópusambandsinnar sem vilja hlaupa þar inn, jafnvel hvað sem það kostar, heldur einmitt fólk sem með efasemdir, sem með alveg á hreinu hvaða hagsmuni þau ætla að vernda og verja í gegnum þetta ferli. Þannig að ég held að það getur líka verið gott. Það sem að hér náttúrulega líka lagt til í þessu nefndaráliti sem að við Þorgerður Katrín einmitt vorum mjög sammála á allir nefndinni. Það þetta nána og djúpa ferli, samráðsferli og upplýsingaferli við Alþingi, við ólíka hagsmunaaðila og við alla stjórnmálaflokka þingsins. Þannig að þetta ferli á að vera þannig að allir koma að því. Allir stjórnmálaflokkarnir sammæltu sig það og ég fagna því sérstaklega að menn átta sig á það eru ríkustu hagsmunir okkar í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og þar verðum við að vera sérstaklega á varðbergi. En hvernig hefur við skiljað þessi aðeins út af þessum orði Steingríms, ég finnst þetta að vera alltaf því makalust að setja þetta fram með þessum mætti og það sýnir ennþá hvað þetta hefur verið vanhugsað allega tillaga hjá ríkisstjórninni allri. Menn hafi ekki hugsað þetta ferli til enda og það var það sem við höfum gagnrýnt líka mikið í meðferðin allir. Menn hafi ekki hugsað öll stig málsins. Ég held að þessi mjög varhugavert að hætta eftir bara einhvern hluta málsins. Ég held að við verðum og þjóðin núna eftir þessa atkvæðagreiðslu þingsins að hún eigi heimtingu á því að sjá heildarmyndina og eftir því er að kalla í dag. Má ekki þjóðin fá úr því að þetta komið svona langt, má þá ekki þjóðin greiða atkvæðasamninga á endanum sama hvort sem að ykkur finnst einhvern tímann í ferlinu að við höfum þetta okkar fólk sem var að greiða atkvæði með þessi dag, það var einmitt að greiða atkvæði með því. Það sem bara verið að segja þessum hagsmunum mun verða haldið skýrt til haga og hvers vegna það mikilvægt? Það nefnilega mikilvægt bæði fyrir Evrópusambandsandstæðinga og Evrópusambandssinna en fyrst og fremst mikilvægt fyrir þjóðina að halda þessum hagsmunum til haga í samningaviðræðuferlinu öllu til þess að ef samningur liggur svo á borðinu að hann sé það svo albesti sem við getum mögulega fengið að það séu harðir samningamenn hjá okkur sem ætla að krýja út allt
sem hægt þannig að samningurinn, ef hann verður þá samþykktur í lokin, að hann sé þá svo besti sem að Ísland þó gat fengið. En það kúnstuga við þetta samt að það þegar búið að lýsa því yfir að hálfu Vinstri grænna þeir ætla að berjast á móti samningnum af því þeir vilja vera fyrir utan. Í rauninni, það skiptir ekki máli hversu góður samningur verður, þeir ætla að berjast gegn samningnum. Þannig að þetta lýsir alltaf þessari þversögn í öllu þessu máli hjá ríkisstjórninni og þess vegna kallar það aftur á af hverju var ekki haft meira samráð við alla stjórnmálaflokka og ekki síst þjóðin í öllu þessu máli. Ég veit úr sammála mig, ég veit að þú ert það, ég ætla ekki að pesta þig í þessu. Ég sammála mig að það sama hversu góður þessi samningur verður. Við vitum ákveðin grundvallar atriði sem þar verða aldrei. Ísland mun aldrei fá undanþágu frá sameiginlegu fiskveiðistefnunni. Ísland mun aldrei fá undanþágu frá ýmsu í landbúnaðarmálunum. Ísland mun aldrei fá að vera áfram sjálfstæð rödd innan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, hafa málfrelsi þar og svo framvegis og svo framvegis. Það eru tilteknir hlutir, mjög stórir hlutir sem við vitum að verða ekki þessum samningi og ýmsir lýðræðislegir þættir líka sem að verða ekki og þess vegna veit ég ef að Evrópusambandið allt í einu tekur upp því að brjóta allar sína reglur, breyta sjálfu sér og koma með eitthvað allt annað hókus-pókuslaust fyrir Ísland og það skulum við kíkja á það með opnum huga. En mér langar að því að þetta eiginlega búið, mér langar samt að spyrja þig vegna þess að þú sagðir þegar var verið að inna þig eftir afstöðu þinni til ISAF, þá segir þú maður á ekki skila auðu í svona máli, það alveg á hreinu. En þú skilar í raun og veru auðu í dag í öðru risamáli. Já, er þetta ekki svolítið þessan ekki? Nei, sjáðu til nefnilega. ISAF, svo ákvörðun sem að ég ber sem þingmaður í ISAF-málinu, hún er endanleg. Það fer ekki til þjóðarinnar að lokum. Sjáðu til. Þarna er stigsmunur á, eðlismunur á líka. Ætlarðu að greiða atkvæði? Á endanum, ég mun greiða atkvæði annarkvort með eða á móti þessum ISAF-samningi. Það er alveg á hreinu hvað mig var. Þú hefur verið svona frekar mótfallin að hinga til? Já, ég hef verið það. Vertu það bara áfram? En þú veist, það er ennþá að hrúast inn allskyns upplýsingar og þessu máli. Þannig getur þetta líka við þau Vinstri græn sem að studdu þessa til í dag. Auðvitað, þau myndi ekki gera þetta að vera endanleg samþykkt að ganga í Evrópusambandið, guð minn góður, nei, þjóðin á síðasta orðið. Það er annað í þessu ISAF-máli þar sem að ég ber sem þingmaður það ábyrgð eins og allir hinir 63 sem sitja í þessum sal af eða á. En svo líka bara rétt til þess að hnykkja því hjáseta er líka mjög skýr afstaða. Að menn vil ekki stoppa mál en menn finna að því hvernig málinu er fyrir komið og það er þess vegna sem að ég sitt hjá því þessu máli. Já, varðandi þetta ISAF-mál, af því að þið eru, svona það er búið að vera að tala um það að VG séu svolítið klemdir í stöðu í Evrópusambandsmálinu. Geta þingmenn VG samþykkt ISAF-samningin eftir að atkvæðagreiðslan í þinginu í dag fór svona? Vegna þess að það er óánægja í ykkar röðum með að þið samþykkið aðildarviðræður við ESB. Getið þið líka farið að samþykkja ISAF? Veistu það, Sigmar, ég held að núna, ef að þú myndir vera nokkra daga í þinginu, þá myndir þú sjá hvað er rosalegt álag á fólki, öllum þingmönnum, og hvað tekur hlutverk sitt og ábyrgð alveg rosalega alvarlega. Ég fullyrði það að hvernig Vinstri græn munu greiða atkvæði ISAF mun ekki hafa með þessa atkvæðagreiðslu í dag að gera, heldur munu þau meta ISAF á sínum forsendum vegna þess að þetta er einmitt gríðarlega afdrifaríkt mál og stórt. Þannig að ég legg ekki upp málin svona, ég held við eigum ekki að gera það allra síst og núna sem örlagaríku tímum í okkar sögu. Takk fyrir komuna. Takk sem leiðis.